Hérna sjáum við innan í skrokkinn og það fyrir hér sem að myndavélin er, þá sitja servóin og við þurfum að taka einhvers konar stýristangir og fara með þar alla leið hérna aftur í. Teikningarnar sýna svona stýristang, það er að segja balsi eða einhvers konar harfiður hérna. Og svo teinn sem er festur vandlega við og á endanum á honum er snitt endi og gaffall eða klefis eins og það heitir í fínu máli. Ég nú hugsa að vera ekki með þetta, heldur ætla ég að gera dálítið annað. Hérna er ég með 2 plastrur sem að ég get sett hérna innan í skrokkinn og svo er ég með einn stálvír eða járnvír, þetta er suðuteinn, 1,5 mm, ansið sniðugt. Innan í 2 af rörunum ætla ég að setja svona vír, þannig að það togi bæði hægri og vinstra megin í rötterinn. Það kemur svona fittings á það, þannig að vírinn getur bundist fastur og svo er hægt að stilla. Hinum megin verður, það verður bara öðrum megin, en hinum megin verður hann bara fastur við. Og suðuteinin ætla ég að lóða á hann, svona smá enda, þannig að hann er hér. Og þá kemur klefis upp á hann. En hinum megin verður þetta. Og þetta kemur sikkur megin við servoarminn og teinninn kemur í 90 gráðu beygju bara niður í gegnum. Mjög einfalt og svolítið þægilegt. Ég ætla að merkja á skrokkinn hvar götin er að koma, þar sem að rörin koma út og síðan gerum við þau. Nú er ég búinn að merkja á skrokkinn. Hérna kemur rörið út fyrir hæðastýrið, hérna undir, og vírarnir 2 fyrir hliðastýrið koma hérna upp úr. Og við þurfum að bora. Þetta rör er það bil 3 mm utanmáli og ég ætla að bora hérna niður í með 3,2 og ég bora svona það bil í miðjuna þar sem rörið kemur út. Byrja því að bora beint niður en síðan svo get ég hallað bornum aðeins til þess að fá hann þar sem ég vil. Svona. Nú get ég stungið þessu hér niður. Þetta er kannski aðeins of mikið upp úr. Þá er ágætt að eiga svona rúndþjöl. Sem maður getur það má líka festa þjölina í borvélina.
Nú kemur þetta rör upp úr alveg eins og ég vil fá það. Hitt rörið á að koma hér. Það er best að halda áfram að bara nota rónþjölina hérna. Ég þann líka að byrja þetta að taka gat. Svona. Og svo get ég og hér kemur rörið eins og það á að gera. Rörið fyrir hliðarstýrið, það er nóg svona bil helmingurinn af þessu sem ég er með, svo ég sker hann bara. Og allir hitt sé ekki ágætlega líka nóg svona bil helmingur. Svona. Nú get ég þrætt þessi rör í. Nú er hægt að líma þessi rör föst og það er ágætt að nota bara svona lím. Já, hvort þið er eftir að rúna þetta hérna og þá geti líka sett fylliefni og annað með. Síðan set ég servóinn hér og þá er rörin hérna í réttri fjarlægð til þess að tengjast við þau. Hérna er ég búinn að ganga frá rörunum. Ég þurfti að færa hæðastýrirörið af vinstri hliðinni yfir á þá hægri vegna þess að servóið fyrir hæðastýrið þarf að vera hérna megin. Það er vegna þess að servóið fyrir inngjöfina þarf að vera hérna megin. Servóið fyrir rödderinn verður að sjálfsögðu í miðjunni. Og ég er búinn að festa rörin hérna í smá balsabút og þau liggja hérna aftur með skróknum. Nú get ég farið að loka þessum hluta. Þá finn ég mér til 3 mm balsa og ég á hérna 2 plötur. Önnur er 0,18 grömm á hver sentimeter og hinn er 0,16 grömm, þannig að ég notaði sjálfsögðu þá léttari 0,16. Ég gæti límt plötuna svona ofan á og þá er ég búinn. En balsi er þannig að trefjarnar liggja hérna langs í og hann er frekar svagur á þennan veginn. Þannig að botninn yrði alltaf svagur, það var hægt að brjóta sig í gegnum botninn. Ef maður hins vegar límir balsan svona á, þvert á, að þá er engin leið að berja sig í gegnum botninn. Þannig að nú byrja ég bara á því að teikna hérna.
þennan bút sem ég þarf og ég sker hann frá. Svona. Nú ætlum ég bara að líma þetta hérna á og halda því niðri með títuprjónum. Það er ágætt að merkja hversu langt þetta nær og þá veit maður hvað maður má fara langt með límið. Svo pinna ég þetta niður með nokkrum títuprjónum. Svona. Þá er það næsta og þá tekur maður bara plötuna sem maður var með áðan, snýr henni við og leggur hana hérna við þar sem maður festi áðan og sker aftur, merkir aftur. Þá er hérna komið stykki sem passar akkurat þar fyrir framan. Og ég sker það kannski aðeins rúmt, svo maður hafi nú eitthvað upp á laufa. Og þá passar það hér á. Það merkja hérna aðeins hvað límið má fara langt. Og svo set ég hér líka. Svona, nú ætla ég að halda áfram og við sýnum þetta kannski hratt svo þetta gangi nú eitthvað. Nú ætla ég að stoppa þetta. Ég er komin hérna fram fyrir reif númer 4 hér. Gólfið að botnin á
þessu nær svona eins og hingað og síðan kemur vængurinn. En ég veit ekki hversu langt gólfið má ná, eða botninn, fyrr en að vængurinn er kominn á. Þannig að núna eiginlega þarf ég að smíða vænginn. Ég get ekki sett hérna framan á vegna því ég er ekki búinn að fá nefhjólastellið sem kemur hér á og ég þarf líka að festa mótorinn á áður en að ég get gengið frá þessu öllu saman. Þannig að nú þarf þetta bara að fá að taka sig og síðan getum við pússað þetta niður.